Halldór, hvernig svona metur þessa frammistöðu á móti Þór í bikarnum? Ég held að það sé bara mjög fín hjá okkur. Það er bara auðvitað að geta dottið okkar með í þessi leikur. Ef ég var alveg hreinskilinn sko. Og okkur vantar mjög sterkan pól í Missa. Hann kvíldi bara leikinn í dag. Og ég held að kannski vonandi þetta sé betri tímar framöndan hérna í dag. Þannig að eftir 2 erfið töp senast. En mér fannst bara þeir spila mjög vel á móti fullmannu liðið Þór Akureyri. Við vorum komið með Kana sinn aftur inn. Og stefnaði bara á að vinna leiki í Subway-deildinni. Þannig að þetta er bara allt í lagi. Af hverju er Missa hvíldur í dag? Hann er bara að koma úr mjög erfiðum meiðslum. Hann er bara ekki alveg á 100%. Og það hjálpaði ekki, hann kjálkabrotnaði í sumar, þannig að hægði mjög mikið á recovery-nars. Þannig að hann kom inn að bara, hann er ekki búinn að æfa með okkur, hún var mjög mikil. Og líka Kaninn okkar kom mjög seint og hann er bara að komast aðeins meira inn í þetta. Þannig að vonandi bara fyrir þetta að smelta meira. Kemur inn á að þið áttu svona í fullu trefið þennan leik og í Þórsarsnesi og þið getið byggt rættalega mikið upp bara ofan á þetta framistöðu. Já, við þurfum bara líka bara að fá okkar ungu strákar, þetta er allt ótrúlega efni strákar og ef þú fylgist með yngriðarsliðum þá er þetta strákar sem að spila stór hlutverk þar. Þeir þurfa að bara komast út úr hausnum sínu og spila bolta, spila körfu. Og við sjáum 2005 strákinn okkar setja bara nekla niður fyrstum hann er bara stigið allra fyrstu skref í meistaraflokki. Og svo er Danni 2004 strákinn okkar með hans stöðu þrennu og þannig að það geta þetta. Og þeir þurfa bara hægt að stressa sig, hægt að pæla mótmennum að spila. Eins og við gerum þetta, við lögum þetta bara upp bara spilum bara körfu og það er bara svona hálfpartinn var kærleysið að koma okkur áfram í. Hvað er svona markmið ykkar í fyrstu skipti í vetur? Okkur langar að vera að keppa og komast til playoffs. Við þurfum að tala um það og við þurfum alltaf að fara að snúa úrslitum aðeins okkar í hag. En persónulega finnst mér bara að við erum með sterka útlendinga ofan á mjög ungan og efnilegan. Þannig að mér finnst við að gera betur og ættum að geta klálega challenge á þetta. Hvernig meturðu frammistöðu Þórsarsness samt í þessu leik? Sko, mikið svona einstaklingsfólki, sem fóru bara illa með okkur þetta stundum á köflum. Og ég held að þeir þurfa bara að stilla sig aðeins til saman og það er alveg talent í þessu liði. Ég held kannski að þeir komi líka smá kærlausir inn í fyrstutaliðu sem að Missa ekki og svona. Ég veit það ekki. Það getur talað kannski of mikið um það. Takk fyrir þetta, gangi þér.